Góðan daginn og takk fyrir að fá að vera með á þessari ráðstefnu í dag. Vel til fundið og gaman að sjá hvað Ísland.is er að gera. Loksins koma þessi hlutur upp á yfirborðið. Gaman að fá að fylgjast með. Og takk fyrir góða kynningu og ég skila kveðið til ýmis. Eins og minnst var á þá ætla ég að tala rafræn upplýsingakerfi og það ógnir sem stæði að þeim og þá áhættustjórnun sem við getum framkvæmt til þess að minnka áhættuna á að við verðum fyrir einhverju skakkaföllum. En fyrst þetta orð upplýsingakerfi, hvað dettur mannum fyrst í hug? Er það einhver hugbúnaður með einhverjum fullt af gögnum í einhverjum gagnagrunni einhvers staðar? Í mínum huga þá upplýsingakerfi miklu stærra. Það samanstendur af einhverjum vélbúnaði, einhverjum innviðum, einhverjum rekstri og þetta þarf allt að hanga saman. Fyrir okkur sem erum í svona, að hakka, þá eru árásarfletirnir miklu stærri heldur en bara eitthvað hugbúnaðarkerfi. Það er fólk og það er annað slíkt. En það sem ég ætla að fara yfir er aðeins hvaða ógnir steðja upplýsingakerfum séð frá með augum syndis til dæmis. Við getum byrjað að tala ytri ógnir. Við getum verið að tala einhverja óprúðna aðila sem reyna að komast yfir upplýsingar því að í dag í okkar þjóðfélagi þá eru upplýsingar nánast sama sem peningar. Það að geta komist inn og náði upplýsingar sem við eigum ekki geta náði, við getum hugsanlega seltar, við getum valdið skaða hjá þeim fyrirtækjum sem eiga að passa upp á þær. Og þær ógnir geta beinst að þeim kerfum og ekki síst notendunum. Þannig að það er mjög mikilvægt að hugsa öryggi alveg frá byrjun. Hvernig fara menn að þessu? Við öll þekkjum þetta með phishing, að senda einhver tölvupóst sem að vera að veiða fólk, láta þau smetla einhverja linka, jafnvel sækja einhverja óværur og með þeim óværum þá er hugsanlegt að sá óprúðni aðili sitja á öxlinni á viðkomandi starfsmanni og þá skiptir voðalega litlu máli allar þessar dulkóðanir á milli kerfa og eldveggir og allt það, þannig að við erum komin inn fyrir allar þessar varnir. APT, þetta eru svona mjög hættulegar óværur sem geta borist í ýmsum samskiptum. Þeir sem beita þessu eru oft aðilar sem ætla sér að ná árangri við að komast inn í fyrirtæki. Þeir fela sig, þeir jafnvel búa til sínar eigin bakdyr og þegar við sjáum 4 mánuðum seinna að það hefur verið innbrot og við sjáum hver óvara var, við hendum henn út en við gleymum því að hugsanlega á þessu óbrotni aðili ennþá einhverja bakdyr til að komast inn hjá okkur og slær til seinna. Zero days eru veikleikar sem eru í hugbúnaði sem eru ekki opinberir. Það er einhver búinn að finna einhvern veikleika, það er ekki komið leiðrétting, þannig að sá hugbúnaði sem hefur svona veikleika, hann er útsettur fyrir óbrotnum aðilum að komast jafnvel inn. DDoS árásir, við munum bara núna fyrir 10 dögum síðan, þar sem að Netöryggisveit Ísland setti allt í einhverja svona viðbragðsstöðu, vegna þess að það var yfirvofandi ógn. En svona árásir eru oft til þess fallnar að valda raski, valda þjónustu rofi og þetta er mjög einfalt í dag að gera og þarna vilja menn fá einhvern aur til þess að hætta við að gera svona árás. En við erum líka með innri ógnir. Hvað skildi það vera? Við sáum hjá Vigfúsi þegar var að fara yfir kerfin. Þetta er gríðarlega flóknir innviðir. Þannig að það er núna að setja upp svona kerfi er ekki eins og var hérna fyrir 10 árum það sem var bara next finished og allir voru ánægðir af því að hérna Microsoft. Þetta er miklu meira og miklu meira sem þarf að huga að og miklu meiri þekking að krafist. Það gerir kröfu það að við þurfum að vera með samstarfsaðila sem að við treystum og við vitum að þeir eru að gera rétta hluti. Óöruggur hugbúnaður. Við sjáum mjög oft að hugbúnaðarfyrirtæki þróa einhvern hugbúnað og svo kortir í að þið seti hugbúnaði live þá hugsaði verður kannski rétt að tjekka hans á örygginu. Þetta er hlutur sem er oft vont vegna þess að það er þegar það finnast öryggisveikleikar í hugbúnaði sem er nánast klár þá er mjög dýrt að laga það. Þannig að menn þurfa að fara alla leið aftur og jafnvel þurfa menn að stoppa. Hugbúnaðar uppfærslur eða kannski skortur á þeim. Það sem við sjáum meira og meira í dag að stórir hugbúnaðarframleiðendur sem eru með sína lausnir bæði í skýinu og líka hjá fyrirtækjunum sjálfum, þar sem fyrirtækin geta hýst viðkomandi lausnir, að hugbúnaðaruppfærslur koma oft fyrst í skýið. Og þetta vegur svolítið upp á móti því sem fólk hefur sagt það er svo hættulegt að fara með allt í skýið, ég vil hafa þetta sjálfur. Okkar sannfæring í Syndis er að
uppsetningar á lausnum í skýinu geta verið að minnstakosti jafn öruggar og þær sem að menn ætla að hýsa sjálfur. Snýst samstarfsaðila og annað. Foreldrar, þeir eru eins misjafnir og eru margir. Það má kannski segja að það sé ákveðin takmörkun á kennslu í háskólum á öruggri forritun sem slæmt og menn sjá þá bara afleiðingarnar af því í þeirra vinnu. Eins líka að hvernig forritarar ganga sinn hugbúnað. Þeir eru með ýmsar skýjalausnir og þeir geyma secrets í cleartext einhvers staðar og þetta finnst, þetta er þarna. Þannig að þarna þurfum við að passa upp á það að forritarar vinni sína vinnu sómasamlega. Að ég tala ekki starfsfólk. Ég nefndi áðan vefveiðar. Að fara í gegnum starfsfólk inn fyrir varnir fyrirtækja er oft þægilegasta, auðveldasta, fljótlegasta leiðin. En hver eru vandamálin? Kerfin eru dreifð. Svona hefðbundar öryggislausnir, þar er ekkert að virka lengur, vegna þess að sumt er við að hýsa, sumt er hýst í Amazon, annað er hýst í Google og þetta er út allt. Þannig að við getum ekkert notað einhverja skanner og bent á einhverja lausn og framkvæmt einhverja veikleikagreiningu, því við vitum í raun ekkert hvar lausnirnar eru. Og svo er þetta sem við sjáum mjög ofta, hugtökin er á reiki. Hvað er veikleikagreining? Margir segja það að veikleikagreining sé pentest eða öryggisprófun. Hvað er öryggisskimun? Í okkar hugur er öryggisskimun það sem er verið að prófa að brjótast inn en ekki aðgangur á kóða, en öryggisprófun er þegar við erum að prófa eitthvað og það er aðgangur á kóða. Í okkar tilfelli er öryggisprófun alltaf það sem menn eiga að leitast eftir að gera. Vegna þess að dýptin verður meiri, árangur verður meiri, sem þýðir að öryggi verður meira. Það eru fleiri vandamál. Ferlar er ekki til staðar. Hvað ætlið að gera ef að eitthvað gerist? Eru til viðbragðsáætlanir? Hafið þið æftar? Þurfið þið viðbragðsáætlanir? Að sjálfsögum. Eru með rekstrarsamfellu? Eru með áhættumat? Öryggi kemur á eftir. Þetta er allt og oft það sem við sjáum. Það er best aðeins að láta kíkja hérna á öryggið. SSDLC, það við heyrt það. SDLC, Software Development Lifecycle. S fyrir framan er Secure Software Development Lifecycle. Þetta er það sem við erum að hafa í huga. Við verðum að hugsa hönnun innviðana frá byrjun, ekki bæta við einhverju eftir á. Reynum að hugsa fram í tíman. Það sem er vanlegast árangus, þróa öruggan hugbúnað frá byrjun, framkvæma áhættumat, meta áhætturnar. Áhættun getur verið rekstrarleg, það getur verið ásýnd fyrirtækisins, getur verið mikill kostnaður og tengja við svona business impact. Þannig að við eigum alltaf að vera að skoða þetta í hring. Hérna er áhættan, getum við sagt okkur við það? Nei, við getum það ekki, við ætlum að lagfæra hana og þetta er never ending story. Þetta er eitthvað sem við komum til með að vera. Þannig að öryggi upplýsingakerfa þarf að vera hluti á þróunarferlinu. Ég veit ég er að renna út á tíma. Vandaval, samstarfsaðila, öflugt eftirlit, gerum ráð fyrir að vera hökkuð. Hvað ætlum við að gera þegar það gerist? Ekki ef það gerist, þegar það gerist. Setjum upp kóðarýni, það getur verið tveir forritarar sem sitja saman og fara yfir kóðan, eða það getur verið utanaðkomandi aðilar, framkvæmum árásarprófanir. Hluti árásarprófana er ekki bara að finna hvort að veikleiki sé til staðar í kerfunum. Árásarprófana er líka til þess ætlaðar að fylgjast með eftirlitinu. Er einhverji sem er að fylgjast með eftirlitinu eða fylgjast með kerfunum, verður hann var við að það er verið að gera eða reyna að brjótast inn. Þess vegna segjum við ekki fara út í búið að kaupa box. Það getur verið ágætt, en ef það er enginn sem er að fylgjast með hvað boxin er að segja þér, þá er það vonlaus fjárfesting. Áhættur í upplýsingakerfum, það er eins og hver önnur áhætta í rekstri. Hvað ætlum við að sætta okkur við? Hvernig staðan? Þetta er bara svona bíó hérna. Það er algjör tilviljun hvort að fyrirtæki verða fyrir árás. Það er ekki alltaf þannig, við sáum það með WannaCry-vírusin hérna, eða kryptolokkerinn sem var hérna árið. Þetta fór út allt, það voru ekki endilega einbeitt árás, heldur það var bara tilviljun hvort að varst fyrir þess eða ekki. Það er nánast ómögulegt að verjast einbeittum árásum.
Það er ekki til sem heitir 100% öryggi. Lágmarks rekstrarkröfur er ekki uppfylltar, ferlar ekki til staðar, alveg að klára. Kerfin eru dreifð, nýjar aðferðir, við þurfum að breyta fókusnum á hvernig við ætlum að öryggisprófa kerfin. Starfsfólkið er lykillinn og síðast en ekki síst, það er engin ein lausn. Við þurfum að eiga afrit, offsite, við þurfum að vera með virkieftirlitskerfi, við þurfum að fræða starfsmenn, nota two-factor authentication það sem við getum, gera kröfu til þróunaraðila, stöðuga prófanir, ekki bara einu sinni á ári, þurfum alltaf að vera að skoða. Hafa neyðaráætlun, öfluga innviði og muna að öryggi er vegferð. Það var búinn. Púff. Mjög gott. Óværa, þetta er í fyrsta skipt sem ég heyri þetta. Þá erum við að tala um vírus. Malware. Malware. Það munur á vírus og malware. Já, akkurat. Við sjáum ekki vírusa lengur. Munur á malware og vírus. Jók. Já, geðvikt. Þetta var frábær samantekt. Og snertir inn á nákvæmlega. Bara þetta snýst svo mikið humans. Öryggi snýst rosalega mikið humans. Við erum einmitt að klára okkar penetration test, sem við kallar að hvað? Árásarprófun. Sumir, þarna er þessi hugtaka mismunandi hugtök í gangi. Skönn eða veikleika greiningi sem við kallum það, eru sumir sem kalla árásarprófun. Veikleiki er ekki veikleikin, maður setja misnotan. Og ef þú ert með veikleika greiningu og finnur veikleika en prófar ekki að misnotan, þá er það ekki veikleiki. Þannig að menn þurfa að fara alla leið. Sérfræðingur á hrímsviði. Spurning frá áhorfendum: hvað eru helstu atriði sem stofnanir þurfa að huga þegar kemur að netöryggi? Netöryggi er opið orð, en ég leyfi þér að take away. Það er mjög mikið af svona sem við kallum low hanging fruit. Við skulum byrja á að fókusera á starfsmenn. Það er svona fyrsta vörn fyrirtækjana. Einfaldir hlutir eins og tvíþætt auðkenning. Það hækkar öryggisleveli mjög mikið á einfaldan hátt. Þannig að fræða starfsmenn hvað er að gera, hvað er ekki að gera, vera undirbúin, fylgjast með og vera tilbúin. Það er ekki spurning hvort að þú verðir hakkaður, það er spurning hvenær verður þú hakkaður. Því fyrr sem þú kemst að því minni verða afleiðingarnar. Þannig að eftirlit, þjálfun og þetta með tvíþætt auðkenningu sem að við höfum alltaf að vera að hamra á þessu fyrir starfsmenn, fyrir einstaklinga. Það er vont fyrir mig að segja þetta því það gerir það miklu erfiðara fyrir okkur að brjóta sig inn í fyrirtæki, en við verðum bara að setja okkur við það. Þá langar mig bara að bæta við kannski, þú veist, að ég veit að það er fullt af fólki sem hefur áhuga ábyggilega að leita til réttra aðila og svona, það er alls konar tækifæri til. Það eru svona íslensk menntunarfyrirtæki sem að mennta í security, það eru árásarprófunarfyrirtæki, það eru þið. Hvert á fólk að leita? Eru þið með fræðsluefni? Já, við höfum kennt tölvuöryggiskursana í HR. Fyrir sérfræðinga? Fyrir forritara. Við höfum, áður fyrir þá stóðum við fyrir svona hackathonum og annað eins og þú sjálf nefndir, en við höfum ekki verið með kannski beina fræðslu, þannig að ég get ekki sagt að við séum með það. Það er bara að googla. Það er bara að googla, já, Google segir allt, sko. Já, herði, þakka kærlega fyrir, Valdimar. Þetta var mjög fræðandi og góð samantekt. Takk fyrir.